Já, takk Ingrid og góðan dag og gaman að vera með ykkur hérna í morgun, sárið. Ef ég hefði orðið stjörnufræðingur þá var ég væntanlega ekki hér. Þá var ég væntanlega að elta Kardashian eða ekki. En það vill hann til að ég vann með Ingrid á sínum tíma hjá EMG sem var hluta Gallup í stjórnundaþjálfun og það gekk meðal annars þar út af það að skrifa greinar í meðal annars frálsa verslun, viðskiptablaði og fleira og vísbendingu og Ingrid hún sá allan prófarkalestur fyrir okkur. Og seinna þá það verið prófdómari hjá okkur í meistararitgerð með viðskiptafræðideildinni gegnum tíðina. Ég man sérstaklega einn í ritgerð sem að nemandi mikill íslensku manneskja var búinn að vanda mjög til verka og var búinn að fá 2 prófarkalesara. Það annað þeirra mikinn íslensku mann. Svo las Ingrid ritgerðina yfir, fann 40 villur. Herransa, mér langar aðeins að ræða fjölbreytileika sjálfan á vinnumarkaði og aðeins að tala íslenskan vinnumarkaði í því samhengi. Og eins og við vitum að þá íslensku vinnumarkaður afskaplega smár. Og já, við erum kannski að tala 180.000 manns, hjá Citibank vinna 330.000. Við sjáum líka svona breytt, svolítið þessi umræða sem núna það hvernig aldurssamsetning þjóðarinnar muni breytast á næstu áratugum og við sjáum það að það eru mjög margir starfandi á íslensku vinnumarkaði, það er að segja atvinnuþátttaka á íslensku vinnumarkaði svo allra mesta sem getur innan OECD-landana og kemur að því betur eftir og það er svolítið áherslu þessi umræða sem mér finnst að vera að koma fram það er það sem ég kalla gráa gullið og gráa gullið er þeir sem eru miðaldra á vinnumarkaði eða eldri starfsmenn, það eru þeir sem eru 40 plus og eru farnir að grána í vöngum. Svo sjáum við núna gráa herinn og það eru þeir sem eru kannski komnir af vinnumarkaði en eru fullir starfsorku og eru að tala það að þeirra krafta er hægt að nota áfram. En gráa gullið, atvinnuþátttaka gráa gullsins á Íslandi er náttúrulega svo allra mesta sem bara þekkist í heiminum, 85%. Og umræðan hér á Íslandi er ekki sú að hækka eftirlaunaldurinn upp í 70 og sumir hafa talað kannski 75 ára. Annars sem líka einkenni íslenska vinnumarkað, það er virk atvinnuþátttaka ungs fólks. Og þar aftur eru með heimsmet allavega innan OECD. Þeir sem eru aldrei 16 til 24 ára, þar eru með atvinnuþátttöku upp á ca. 73%. Og það er svolítið áhugavert að skoða þetta kannski þá í samhengi við bara hvernig þetta hjá OECD. Og sjáum við bara svarta súlan er meðaltal OECD, 65,7% atvinnuþátttaka. Og Ísland er lengst til hægri, sker sig algjörlega úr, hvað var atvinnuþátttaka almennt. Og sjáum við bara atvinnuþátttöku eftir aldurshópum og svo þessi yngri og svo eldri. Öfugt, já. Akkurat. En Ólafía kom aðeins inn á þetta, hvað er fjölbreytileiki? Og ég man eftir því þegar ég var í námi í Bretlandi miðjan 10. áratug síðustu aldar. Og þá tók ég eftir því að bresku vinir mínir sem voru að fara út á vinnumarkaðinn voru mikið að spá í hvernig CV þeirra ætti að vera samsett og þeir voru að draga fram allt sem þeir hefðu lært í heimspeki. Og það þótti gott að hafa það á CV-inu sínu, hafa lært eitthvað í heimspeki. Og þegar maður kemur heim og Ingrid kom aðeins inn á áðan að við erum höfum verið með mjög einsleitan íslenska vinnumarkað og 1977 að þá skrifaði þekktasti prófessor í stjórnun í Bandaríkjunum grein, hún heitir Rosa Beth Moss Kanter og hún er að fjalla einsleitni vinnumarkaðarins, einsleitni fyrirtækja og hún notaði orð sem hún síðan var gagnrýnd fyrir, hún kallar þetta homosexual reproduction of management og það sem hún er að benda á að það koma allir úr sama umhverfinu. Þeir sem hafa lagt félagsfræði, þeir kannist við hugtakið WASPs,
eða það sé hvítir engilsaxneskir mótmælendur sem ráða öll í Bandaríkjunum og þetta er það samfélag sem að menn voru svolítið að gagnrýna á þessum tíma, að það eru allir eins. Nú, sko, almennt á vísar þessi fjölbreytileiki til, það sé fjölbreytileika á milli einstaklinga inn á vinnustaðnum og fjölbreytileikin, sko, hann getur kallað fram ákveðna upplifun einstaklings, það sé hverjir eru ólíkir honum að einhverju leyti. Nú, Ólafur fór ágætlega yfir þetta, hvað er það sem að fjölbreytileikin getur verið og þau sjá þetta á glærunni, ég ætla ekki að fara að telja þetta upp. Það er áhugavert að skoða, finnst mér til dæmis, umræða það til dæmis varðandi dómstóla. Af hverju bara lögfræðingar í héraðsdómi eða Hæstarétti? Af hverju ekki með heimspekinga eða einhver aðra menntunar bakgrunn heldur en bara dómara? Og ég las það einhvern tímann og ég held að það sé alveg rétt að inn í Hæstarétt Bandaríkjanna, þú þarft ekki að vera löglærður til að vera hæstaréttardómari í Bandaríkjanum. Þó að reyndar eru allir hæstaréttardómarar í Bandaríkjunum löglærðir. Nú það eru til svona ráðningapólisíur og Ingrid kom rétt til inn á það að svona algengasta matsvillan er að ráða eitthvað sem er líku mér. Og það er sumir hafa svona haft það fyrir, sko, ég veit fyrirtæki í Þýskalandi sem réð bara íþróttamenn. Og það er gott að hafa íþróttamenn eru vanir að vinna saman og eru með svona ákveðin keppnisanda og aðrir hafa bara áhuga að ráða tónlistamenn. Kannski er aðalatriði að reyna að blanda þessu og búa til þannig svona fjölbreytileikan í sjálfu sér. Og fjölbreytileikin er félagslegt hugtak sem hefur marga víddir og við þurfum að horfa á í svona víðu samhengi. Ef maður skoðar kennslubækur í mannauðsstjórnun þá er þetta viðfangsefnið svona aðeins farið að skjóta upp kollinum og þess allra nýjustu kennslubækurnar sem eru notaðar bæði austanhafs og vestanhafs eru farnar að vera með kafla fjölbreytileika. Eldri bækur eru eiginlega ekki að tala um þetta, kannski vera tæp á þessu svona kannski bara endurum á sinnum. Þannig að það er mikilvægt að mann gerir sér grein fyrir margbreytileikanum í fjölbreytileikanum svo við getum tileinka okkur hann. Nú, það næsta mynd er fyrir hann Árna Leósson, hvað er hann? Hann situr hérna aftast og þessi mynd er fyrir hann. Og þið sem að fylgjast með enska boltanum, þarna sjáum við Chelsea-liðið 1970-71, þarna þessum árum fyrir maður að fylgjast með enska boltanum. Og þá sjáum við bara munin á Chelsea-liðinu 1970-71 og liðin í dag. Í dag erum við að sjá leikmenn sem eru, sko, hópurinn er samsettur af leikmennum 15 þjóðarinnum. Og þarna sjáum við sko, þeir sem hafa fylgst með íþróttum og fótbolta sérstaklega enska boltanum lengi, hvað þetta er gefið og breytt enska boltanum gríðarlega mikið. Að fá þessa fjölbreyttu knattspyrnu hefðir inn í boltan. Hvort sem menn eru komið frá Suður-Ameríku eða Mið-Evrópu eða Suður-Evrópu. Ingrid talaði mósaík eða salatskál og í kennslubókum þegar menn eru að tala fjölbreytileika þá er yfirleitt sko sýnd þessi mynd og það er þetta sem að við viljum sko, þú talar svona samsuð eða suðupott og það er þetta sem að skapar og býr til svona skemmtilegan áhugaverðan vinnustað þessi mynd, þessi samsetning, þessi samsettu hópur. Það sem ég hef verið að skoða svolítið undanfarið ár sem að tengist fjölbreytileikanum og það eru kynslóðirnar. Gráa gullið, grái herinn og svo erum við ungu kynslóðana sem að er að taka í völdin á vinnumarkaðnum og svolítið áhugavert að skoða það að þrátt fyrir þetta þá ef maður horfir á forsetaframbjóðendur í Bandaríkjunum að þá er Bernie Sanders fæddur 41, Donald Trump 46, Hillary 47 og Ólafur Ragnar 43. Þannig að þetta er farið að vera svona gamalmennasport. Það var þannig. En sjáum þessa mynd, sko, þarna er ég aðeins búinn að taka saman, þetta er byggt á meistararitgerð Unnudís Guðbergs dóttur Eydal, þar sem hún var aðeins að taka saman ólíka viðhorf kynslóðana gagnvart SFR-könnunni stofnun ársins.
og þannig sjáum við bara hvernig vinnumarkaðurinn er samsettur sko. Það erum að sjá að yngsta kynslóðin sem hvort sem við kallum Ypsilon-kynslóðin eða Just Add Water kynslóðin eða Nintendo, hvað við kalla hana, Ypsilon Nintendo, 10% af vinnumarkaðnum. Svo erum við með X-kynslóðina sem stundum verið kallið týnda kynslóðin, en það er ekkert að frétta af henni. Þess vegna er ekki hún að bjóða sig fram til forseta neins staðar í heiminum. Er cirka 70% af vinnumarkaðnum. Og svo erum við með uppgangskynslóðina sem sumir kalla þriggjakynslóðina, sem er þarna cirka 21% af þessum vinnumarkaði. Og það sem er áhugavert að skoða að þegar og það er maður sér svona bækur eins og til dæmis sem ég hef verið að kenna upp í háskóla, ein bókin heitir When Generations Collide, að þegar kynslóðirnar hittast eða mætast á vinnustanum. Og þá erum við að tala mjög oft ólíkt tungumál. Og og þið munum kannski eftir laginu sem var vinsælt 1989 með hljómsveitinni Mike and the Mechanics, sem byrjar einhvern veginn þannig: Every generation blames the one before. Jón Ólafur, þú manst eftir þessu lagi. Með Holly í Galanda. Og það er svolítið svoleiðis. Every generation blames the one before. Og í bók sem ég las daginn sem heitir á ensku The Power of Positive Thinking eftir Norman Vincent Peale, sem kom út árið 1952 og hann var fæddur 1896. Og þá er hann að skrifa hann er að hneykslast á ungu kynslóðinni. Hann sé óaðlandi, óferjandi, kann ekki að meta gömlu góðu gildin og hann spyr í bókinni hvað skyldi nú hugsa þeir sem stofnuðu Bandaríkin, Ameríku á sínum tíma, þegar þeir sjá hvernig unga kynslóðin haga sér. Þessi unga kynslóð sem var gagnrýnd þá var fædd 1930, sem er væntanlega þá. En bara til dæmis ég sýn oft þessa mynd þegar ég er að tala kynslóðar á vinnumarkaði. Það er þessi mynd sem fjallar kynslóðabilið. Þannig að þetta er kynslóðabilið á vinnumarkaði. Og það er til marga sögur þegar kynslóðirnar er að tala saman. Og ég sagði nú eina sögu daginn fundi vaffer með trúnaðarmönnum og trúnaðarráði. Önnur saga sem kemur oft upp í huga minn, það var nemandi minn, fullorðin kona sem bjó í Bandaríkjunum og var að skrifa meistararitgerð. Og hún sagði mér það að alltaf þegar hún kæmi til Íslands þá fær hún alltaf út í sjoppu og fengið sér pilsu og Egilsappelsín í gleri. Og hún gerir þetta bara frá því mann eftir sig, sagði hann. Og svo kemur hún til Íslands og hún fyrir út í sjoppu og það er úlingur að afgreiða og hún segir alltaf eina pilsu með öllu og Egilsappelsín í gleri, drekk hana hér. Þá segir úlingurinn, drekk hana hér. Já, sjáðu, ég ætla að drekka hana hér, ég ætla að kaupa innihaldi og skila glerinu. Ætlar að skila glerinu. Svona bara kannski 40 ára milli kynslóða tala saman. Þannig að og þetta er mjög skemmtilegt salat, ef við orðað þannig, eða suðupottur. Þegar yngri kynslóð, við erum að blanda þessu saman og það finnst mér vera virkilega áhugavert og fyrirtæki ættu og huga að því, ég veit að mörg gera það. Nú annað sem tengist líka þessum fjölbreytileika sem er líka mjög áhugavert fyrir okkar litla einsleita vinnumarkað, að það er öll þessi þjóðerni á íslensku vinnumarkaði og ég held ég hef séð Ingrid skrifa eitthvað það að vera eitthvað yfir 60 tungumál töluð á íslenskum vinnustöðum. Þannig að það er slatti. Eitt af því sem er að gerast mjög hratt hér á Íslandi, það er að fjölga erlendum ríkisborgurum á íslensku vinnumarkaði. Þetta eru tölur sem þið sjáu frá Vinnumálastofnun og væntanlega byggt líka á Hagstofunni. Að við erum að sjá að 10% af íslensku vinnumarkaði starfandi eru erlendir ríkisborgarar. Og ég man eftir því, og þið kannski hér inni sem eldri eru, þegar EES-samningurinn samþykktur 1992, þegar voru opnað fyrir frjálst flæði vinnuafls, þá héldu menn að hér myndi bara vinnumarkaðurinn fyllast af erlendum ríkisborgurum frá EES-svæðinu. En það gerðist mjög hægt, fór hægt af stað. Og maður sér þessa mynd svona sem eru þá frá Hagstofunni frá 1992, þið sjáu það, þarna kemur smá toppur, þarna er EES-samningurinn að veruleika. En við erum mjög lengi að taka við okkur, það er ekki fyrir svona eftir 2006-07 þegar fer að vera mikil skortur á íslensku vinnumarkaði, að segja skortur á vinnuafli, að fyrir að sjá topp í þessu. Og við sjáum til dæmis eins og Ísafirði haldin fjölmenningarhátíð og víðar,
Þannig að það er alveg rosalega mikil gerjun á íslenskum vinnumarkaði og íslenskum fyrirtækjum sem bara vel. Að því Ingrid nefndi að ég væri formaður KR, ég geti sagt ykkur að KR-liðið sumar bara hálfdanskt. Ég held að séu 5 eða 6 Danir komnir í liðið, þannig að ég þarf að fara að æfa dönskuna þegar ég fer að tala við það. Annað sem líka áhugavert að skoða, það er þessi þjóðmenning og ég hef svo verið alltaf aðeins að skoða það með nokkrum kollegum mínum upp í háskóla og við höfum verið svolítið duglega að fara til Bandaríkjanna og Evrópu á ráðstefnur að kynna okkar rannsóknir og þá hefur við verið að byggja okkar rannsóknir á kenningum Hollendings, ég ætla ekki að bera fornafnið hans fram, en hann heitir Hofstede, já. Og hann vann á sínum tíma, eins og kannski margir þekki inn, hann vann hjá IBM og hann með skemmtilegan bakgrunn, hann sem sagt lærði verkfræði, vann í hollenska hernum, svo svissaði hann yfir í félagssálfræði, kláraði doktorspróf, fór að vinna hjá IBM, stóð fyrir svona vinnustaðargreiningum meðal IBM þar sem voru lagður spurningalisti fyrir alla starfsmenn, 119.000 í sirka 64 löndum. Svo þegar menn fóru að vinna með gögnin, þá fóru menn að sjá það að menn svöruðu ólíkt eftir því hvaða menningarheimur var að ræða. Og hann setti fram þessar 4 menningarvíddir, þjóðmenningarvíddir. Hann talaði valdafjarlægð, hann talaði einstaklingshyggju, hann talaði óvissu hliðrun og hann talaði karllægni og seinna bættist 5. víddin sem heitir langtímahyggja. Og hann fann það út að þjóðir eru mjög ólíkar hvað þessar víddir varðar. Og seinna hafa menn verið að bæta við fleiri víddum og það er svolítið gaman að skoða og það er það sem við höfum verið að gera. Hérna bara svona dæmi það hvernig svona menningar blanda getur átt sér stað. Hérna tók ég bara sem dæmi Ísland í samanburði við Pólland, það eru mjög margir pólskir ríkisborgarar á starfandi íslensku vinnumarkaði og síðan Suður-Kóreu. Kórea kannski þá svona þarna sem fulltrúi Asíu og þarna lengst til vinstri, sem stendur power distance, það er þessi vídd valdafjarlægðina, eftir því sem súlan er lægri, því meiri er svona réttur almennings í hverju samfélagi fyrir sig. Og svo sjáum við einstaklingshyggjuvíddina og reyndar er íslenska talan ekki rétt, hún er miklu hærri, íslenska talan ætti að vera raunin 80 og við erum á svona pari við Bandaríkin og önnur svona engilsaxneslönd þegar kemur einstaklingshyggjunni. Og svo sjáum við víddina masculinity, 10 á Íslandi, 39 og svo 64 hjá Póllandi. Og þetta er sem sagt þessi svona þessi jafnréttisvídd. Og það er svolítið áhugavert þegar menn fara síðan að blanda öllu þessu saman. Og við höfum svolítið verið að reyna að staðsetja Ísland. Hvar eru við þegar kemur á svona þjóðmenningu? Land sem búin að vera tiltölulega einangrað í 1100 ár, norður í Atlantshafi, með Bandaríkin og þessi engilsaxnesku áhrif vestanhafs og svo náttúrulega Skandinavía, við vorum náttúrulega undir Norðmönnum, Dönum og Kalmarsambandið og íslensk löggjöf er svo gegnsýrð skandinavískri löggjöf, einu sinni voru samtidig lög í Íslandi friðun héra. Það hafa aldrei verið hérar á Íslandi. Þá voru menn bara að taka þessa skandinavísku lögum, já, hörðu, við ætlum að friða héra, svo friðuðu menn héra. Og hvar eru við þá? Og þá kom okkur verulega óvart, vegna þess að búið að segja við séum svo ofboðslega svona skandinavísk. Og hérna erum við búin að mæla menninguna og bera saman sem sagt íslenska þjóðmenningu út frá þessum víddum og notum ákveðið mælitæki til þess til þess að varpa þessu fram. Og rauninni kemur þetta sem sagt svona út að Ísland sem sagt lendir í klasa, við orðað þannig, með þessum engilsaxnesku löndum, Kanada, Nýja-Sjálandi, Bretlandi, Ástralíu og Bandaríkjunum. En við lendum ekki í hópi með Dönum, Svíum og Norðmönnum. Og við erum heldur líkari Hollendingum, heldur en til dæmis frændum okkar á Norðurlöndunum. Og þá lítur þetta rauninni sem sagt svona út. Þannig við erum þessi klasi C3, sjáðu þið, sem er og það er að túlka myndina að því nær sem þú ert IDVF, því meiri einstaklingshyggjan er og því fjær sem þú ert LTO, sem er langtímahyggjan, því minna ertu að plana til lengri tíma. Og það er eins og með forstaddan, hann bara ákvaði í gær bara að halda áfram.
Það gerist hvergi að byggðu upp óli að einhverju búin að segjast alltaf hætta og svo líður bara sko, nokkrir mánuðir, nei, ég ætla ekki að hætta. Og ég hef stundum sagt þessa sögu sem sagði mér sko, ástæðan fyrir því að við bruggum ekki viski, við nennum ekki að bíða í 12 ár. Og það einmitt, þessi mynd sýnir það alveg klárlega og berlega. En það fylgja þér miklu kostir að tileinka sér fjölbreytileikann og það hafa rannsóknir sýnt. Og það skiptir miklu máli að búa til og byggja upp nokkuð svona vinnustamenningu þar sem við sækjumst eftir fjölbreytileikanum. Og það skiptir máli yfir eldri, yngri, ólík þjóðerni, starfsgeta og hvað viljum kalla það? Káringa til dæmis. Þeir eru ekki sérstaklega vel eftirsóttir í vinnu, frétti ég. En allt í lagi að ráða káringa. Og rannsóknir sýna það að fjölbreytileikinn getur ýtt undir samkynhneigð og getur komið í veg fyrir misrétti. Og hann getur sýnt fram á félagslegan og efnahagslegan ávinning. Og hann getur líka sýnt á svona meiri nýsköpun, flæði hugmynda, bættri ímynd, jákvæðri orðspor, meiri vellíðan og minnka meðal annars starfsmannaveltu. Og það eru nokkrir þættir sem skipta máli. Það er ekki nóg að segja bara, já, heyrðu, nú ætlum við að móta þessa stefnu og við ætlum bara að ráða inn fleiri konur og eldri starfsmenn og láta þær við sitja. Það er bara ekki svo. Þetta er miklu flóknari mál. Það þarf að huga að ótal þáttum, bæði ytri og innri þáttum og kannast hvaða þessi þættir hvernig þeir hafa áhrif á fjölbreytileikinn skili sér. Þá eru að tala til sjóðmenningu, vinnustaðamenningu, öflug stefni fyrirtækisins og það er mikilvægt að fyrirtæki vilji tileinka sér fjölbreytileika og það sé hluta þeirra stefnu og fólk finni að það sé virkilega þessi stefna að vera með hana fjölbreytileika, finnist það tilheyra hópnum þrátt fyrir kannski sín sérkenni og sína menningu og það ber að fagna fjölbreytileikunum og það ber að virða hann. Ég held að það sé kannski skilaboðin sem við förum með út í dag, sérstaklega fyrir okkar litla samfélag sem búið að vera svo einangrað lengi og sem að taka alveg gríðarlega miklum breytingum á mjög hröðum og mjög stuttum tíma. Ég er virkilega ánægður að fá að vera í morgunsárið og tala við ykkur og tala fjölbreytileikann og enn og aftur er gaman að fylgjast með VR. Ég vann þarna í nokkur ár og einn bestu vinnustaður sem ég hef unnið á. Gaman að sjá félagið vera í fararbroddi um ýmis mál. Við höfum aðeins verið að skoða þennan fjölbreytileika, ég og Edda Björk Kristjánsdóttir sem situr sem var í útvarpinu á Bylgjunni í gærmorgun með Ólafíu að tala fjölbreytileika og þetta er búið að vera mjög áhugavert verkefni, finnst mér og svolítið merkilegt að núna eru menn að taka við sér þeir sem eru að sinna svolítið mannauðsmálunum og ég hef bara fylgst með því aðeins á Facebook að menn aðeins að velta þessu fyrir sér og það er virkilega áhugavert að þetta sé komið fram og ég vil bara þakka fyrir að fá að vera með ykkur í morgun og bara takk fyrir mig.